Við ætlum að byrja vegferð okkar í dag hér úti á Löngulínu, en þar situr á steini litla hafmeyjan sem ekki aðeins orðin eins konar tákn Kaupmannahafnar út á við, heldur Danmerkur allrar út heiminn. Þessi litla mynd eftir hálflanda okkar, Edvald Eriksen, en móðir hans var íslensk, ættuð frá Ísafirði, og fyrirmynd hans var dansmær á konunglega leikhúsinu, Ellen Prise, sem hann heillaðist mjög af. Það dálítið öfugsnúið að þessi fræga mynd skuli nærri hafa týnt höfundi sínum, því að Eriksen lítt kunnur nú daga, en hins vegar hérna rétt hjá óþekkt mynd sem fáir taka eftir en á sér þeim mun frægari höfund. Það stúlka með kíki sem horfir til skipa, vonandi Íslandsskipa, æskuverk Bertils Thorvaldsens og eina verk hans hér í Kaupmannahöfn sem ennþá á upprunalegum stað. Framundan okkur gosbrunnurinn mikli eftir Búngor sem sýnir gefjunni, svo sem segir í Gylfaginningu Snorra, hún tók öxn 4 norðan úr Jötunheimum og setti þá fyrir plóg sem risti svo djúpt að land gekk út í hafið í vestur. Þar lét gefjun staðar numið og gaf því landi nafn og kallaði Sjáland. Á engbann opinberan stað áttu landar okkar jafnmörg erindi sem niður tollbúðarhlíðið. En þar fyrir neðan lögðust öll Íslandsför að fyrir á öldum. Fyrir ofan þrepin, þar sem gilt kórónan trónar enn á tollskýlinu, var mönnum fagnað sem að heiman komu og kvaddir þeir sem fóru. Og héðan voru íslenskir fangar leiddir upp úr hverju haustskipi og reknir hlekkjaðir upp í virkið Friðrikshöfn. Hernaðarmannvirki voru stórum stásslegri áður fyrr og á móti okkur, þegar við lítum yfir sundið, blasir við okkur virkið Sixtus með þunga kórónu sína, freistandi skotmark óvinaskipa. Það var ekki aðeins að menn fögnuðu fjarkomnum löndum sínum eða kveddu þá niðri við gömlu tollbúð eða söknuðu skipa sem ekki komu fram. Heldur átti þar margur maðurinn og mörg konan örlögum sínum að mæta, því að þegar fangarnir voru settir á land voru leiddir þaðan og hingað upp í virkið Friðrikshöfn, Frederikshavns Citadel, kastellið, og hér voru þeir geymdir í djúpum dýflissum þar til þeim var ráðstafað í stokkhús, spunahús, rasphús eða tukthúsið. Það var skammt milli guðlegra orða og mannlegrar grimmdar hér áður fyrr og enn. Þegar fangar voru leiddir hér upp í virkið Friðrikshöfn,
var þeim stunginir í dýflissur sambyggðar kirkjunni til þess þeir getu heyrt Guðsorð prestsins gegnum járngrindur og veggsmugur. Hætt þó við að löndum okkar hafi komið það plattþýska fagnaðarerindi fyrir lítið. Svo sem forðum hér vindmylla á hæð. Áður fyrr malaði hún byggið í grautinn handa föngum og setuliði. Nú hún einasta stáss á þessum fagra og friðsæla en þó minningar dapra stað. Hér fyrir ofan Löngulínu eru mjög fagrir garðar. Grönningen, sem Íslendingar kölluðu Grænland. Og hér rétt hjá eru þau veitingahús, Tollbúðbörs og Lange Linje paviljón, þar sem Íslendingar hittust mikið og Jón Sigurðsson kom nærri daglega vor og haust þegar menn biðu hér eftir Íslands skipum. Hér við Austurveg nr. 8, Austur-Volgade, stendur það hús þar sem þau Jón Sigurðsson og frú Ingibjörg bjuggu síðustu áratugi ævi sinnar frá 1852 til dánardægurs, en þau létust hér bæði í þessu húsi með fáradaga millibili. Hér rétt handan við var bæjarveggurinn gamli og síkið og Jón átti ekki langt að ganga þegar hann gekk sér hér niður á tollbúðina til þess að gá að íslenskum skipum. Nú þetta hús eign íslensku þjóðarinnar. Það gjöf frá Karli Sæmundsen og Jóhönnu konu hans og rétt eins og í tíð Jóns sjálfs þá mætast nú Íslendingar hér og ræða vonandi gagn og nauðsynjar fósturjarðarinnar. En húsið það stendur á horni Austurvolgötu og Stokkhúsgötu, en hér rétt handan við var Stokkhúsið, illræmdasta fangelsi kaupmannahafnar, og þar dvöldust mörg hundruð Íslendingar á 17., 18. og 19. öld. Það svolítið undarlegt til þess að hugsa að Jón Sigurðsson skuli í heil 8 ár hafa hort ofan í garðinn í Stokkhúsinu þar sem að landar hans voru hafðir og raunar pyntaðir. Hér eru nú haldnir fundir og jafnvel listsýningar og hingað sækja Íslendingar til þess að hitta hver annan. Ríkislistasafnið, Statens Museum for Kunst, stendur þar sem áður voru virkisveggirnir, byggt í látlausri stílmynd endurreisnar. Þar innan veggja hafa ýmsir Íslendingar numið dráttlist og þar eru einnig listaverk margra landa okkar, Jóns Stefánssonar, Kjarvals, Júlíönu, Gunnlaugs Skevings. Og þar innan veggja komust margir, svo sem Ásgrímur Jónsson, í fyrstu snertingu við franska og alþjóðlega list. Héðan að sjá rísa upp grænir turnar Rosenborgarslots, líkara ævintýrahöll þeirra Grimms-bræðra eða H.C. Andersens, heldur en byggingu úr raunverulegu grjóti. Fram á miðja 19. öld var borgin ótrúlega innikrefft af virkisveggjum með varðturnum á skömmu bili. Nú eru þeir allir horfnir nema rústin af einum, en sá jarmersturn við samnefnt pláss og sýnir að virkisveggurinn hefur legið hér þar sem nú breiðgata og linnulaus umferð. Þegar virkisgarðarnir hurfu, opnuðust borginni nýjar lendur til norðurs og vesturs. Byggðar voru miklar brýr yfir sjóana, svo sem Dronning Louises-brú 1893, skreyttar höggmyndum og íburðarmiklum skjaldarmerkjum. Til suðvesturs að horfa, fyrir endanum á Peblingasö, lististaðurinn Söpaviljóngen, þar sem Íslendingar héldu löngum hátíðir sínar
og nefndu staðinn Vatnsenda. Héðan er svo beinn vegur Nörrebrúgade að Assistenskirkjugarði, garðinum Hjástóðar, þar sem svo margir landar okkar hvíla. Þar kom í lok 18. aldar að kirkjugarðarnir gömlu inn í borginni voru svo útgrafnir og þröngir að efnt var í þennan mikla garð hér út við Norðurbrú, Assistenskirkjugarðinn eða Hjástóðargarð. Og fékk þá hver sóknarkirkja í bænum sinn afmælda reit hér inni. Þetta er óhemju fallegur garður og mikið sóttur, ekki aðeins af syrgjendum, heldur líka af almenningi, enda var þetta löngu kallaður listigarður fátæklingana í Kaupmannahöfn. Hér hvíla margir Íslendingar, sumir með legsteinum yfir sér, og ætlum við nú að líta á nokkra af þeim steinum. Einn fyrsti steinn sem verður á leið okkar hér er skrautlegur steinn yfir málfræðinginn mikla, Rasmus Kristján Rask, sem talinn var tala 55 tungumál og íslensku ágætlega vel. Og hér eru ýmsar þjóðtungur og ýmsar áletranir sem ég kann nú ekki að nefna, en umhverfis úrnuna sjálfa er rúnaletur og ef ég kann úr að lesa þá stendur: ef þú vilt fullkomin vera, nem þú allar tungur en gleym þó eigi þinni tungu. Rasmus Kristján Rask talaði íslensku meðal annarra mála svo frábærlega vel að þegar hann var heima á Íslandi og gekk í bóndaklæðum þá þekkti enginn að hann væri útlenskur maður fyrr en honum urðu á þau hrapalegu mistök á Reynivöllum í Kjós að dásta kúm Árna prests Helgasonar og segja hvað þau væru fallega skjóttar en ekki skjöldóttar. Og það raunar varla von, þó að maðurinn hafi verið mikill málfræðingur, að hann hafi staðist það erfiða próf. Það var Bindisböll, höfundur Thorvaldssens-safns, sem teiknaði þennan stein, en þegar átti að reisa hann, þá urðu einhver til að borga þetta verk, þannig að Íslenska bókmenntafélagið stóð undir mestum hluta kostnaðarins. Í Hjástóðargarði rekumst við ekki aðeins á grafir Íslendinga, heldur á listaverk eftir íslenska myndhöggvara og hér á þessum steini Hennings Madsens, prófessors og hæstaréttardómara er brjóstmynd eftir Einar Jónsson myndhöggvara. Og skjaldarmerkið framan á mun einnig vera mótað af honum. Næst verður hér fyrir okkur granítdrangur yfir skáldkonuna Magdalenu Thoresen með mynd hennar í bronsi. En Magdalena Thoresen var ekki aðeins skáld sjálf, heldur kom hún við sögu margra skálda. Hún var fyrirmynd Björnsons að Fiskarienten, hún var fyrirmynd Ibsens að Frúnni við hafið og varð raunar tengdamóðir hans síðar. Og hún var ástkona og barnsmóðir Gríms skálds Thomsens, þannig hún kemur víða við sögu. Þrír Fjölnismanna eru grafnir hér í Hjástóðargarði: Jónas Hallgrímsson, Brynjólfur Pétursson og Konráð Gíslason.
hér í reit Q555. En rétt eins og Konráð átti mótdrægt í lífinu, þannig virðist hann líka ætla að eiga mótdrægt í dauðanum, því þegar við komum hér að steini hans, þá er hann fallinn fram yfir sig á grúfu og verður ekki lesinn. Jæja, þá er nú Konráð Gíslason, Fjölnismaðurinn og málfræðingurinn, aftur komin í upprétta stöðu, stóð konski eins og Jónas kallaðan, en þennan stein reisti honum lekanda Árna Magnússonar, þar að segja Árnastofnun hér í Kaupmannahöfn, og við vonum að hann fá að standa enn svona nokkurt skeið. Hér í ómerktum reit í Assistentskirkjugarði, sem nú er merktur N 1095-6, undir þessum fögru asklimum er leiði Jónasar Hallgrímssonar. Mér vitanlega hefur þetta leiði aldrei verið hreyft. Í Fjölni segir 1845, þá segir Jónas Hallgrímsson er grafinn í Hjástóðargarði í þeim hluta hans sem liggur til Þrenningarkirkju og er lítra S 198. Það hafa orðið miklar breytingar á garðinum, nýir garðar bæst við, rússneskur kirkjugarður, gyðingakirkjugarður og líkbrennslugarður, þannig að tölustafir og stafir hafa ruglast allan garðinn, þannig að þetta er, að því ég veit best, óhreyft leiði Jónasar, þó að legsteinn hans sé á Þingvöllum, hver svo sem undir honum kann að liggja. Þegar við nú kveðjum þennan mikla garð, sem geymir að segja má persónusögu Danmerkur og ýmissa Íslendinga 200 ár, þá höldum við hér upp á Jaktvæginu, upp á Friðriksberg, upp í fálkahverfið sem að líka kemur allmjög við íslenska sögu. Rétt fyrir ofan Hjástóðargarð sleppir Kaupmannahöfn og Friðriksberg tekur við. Gatan hér heitir Ógaði og er kennd við ána sem rann hér áður, Ladegårdsåin, Letigarðsáin, og hér rétt fyrir ofan stóð það hæli eða fangelsi sem kallað var Ladegårinn, kennt raun við hlöðu en ekki við leti. Og þar þreiði Sölvi Helgason, Solon Íslandus, Hegel, Spinoza, Kant, Humboldt, meðan hann beið heimferðar til Íslands, og þar skrifaði hann bréfin löngu og smágerðu til Jóns Sigurðssonar, bænandi hann að bjarga rómönum sínum skáldsögum úr klóm kvalara sinna úti á Kristjánshöfn, en það varð þó aldrei. En hér í djúpum garði bak við Ógaði erum við staddir vegna þess að hér er fálkagarðurinn gamli, þar sem Íslandsfálkarnir voru geymdir og héðan voru þeir tamdir. Þetta forna hús, sem er sennilega 300 ára gamalt, er fálkagarðurinn gamli, þar sem fálkameistari konungsins bjó áður fyrr. Og hér kring voru byrgin, þar sem Íslandsfálkarnir voru geymdir og síðan tamdir hér allt kring. Jaktvæg, Falkoner-alli, Falkoner-gårdsvæg, Falkoner-vengið. Ég veit ekki hvort þessi nöfn hafi nokkra merkingu í eyrum kaupnafnabúa lengur. Fálkatekja Danakonunga af Íslandi og Íslandsfálkum var slík að taminn fálki hér á Falkoner-vengið var lagður að verðmæti á móti tömdum arabískum gæðingi. Öll þessi nöfn hér kring tengjast fálkatekjunni,
og tamningu fálkana. En nú hérna rétt fyrir framan er lítil stytta sem sýnir það að fálkinn og fálkarinn eru orðin börnum einum að leik.